Ok, við erum á Sandagrænum. Það er að fylla vélina og svo fer ég bara að halda áfram sá. Smyrill, ekki mitt uppáhalds. Setjum svo hennar ábyrgð og svo start. 13:23 held ég. Já, 13:23. Það er alveg smá kall úti. Ég var búist að vera heitt í dag sko. Úps. Aðeins öðruvísi hnífur en ég vanur. Skar kannski aðeins of mikið. En skil ekki öll. Það reyndar aðeins betra. Ok, vélin full, skó. Hárið mitt er geðveikt. Þetta er kominn tíminn til að fara í klippingu, sko. En... Still.
Ok, það komin á stað. Búinn að fylla vélina, setti hérna á, smyril, áburð og start. Ætti að duga með 3 hektara. Við erum að setja 200 kíló af hektaran af byggi, 480 af áburð og 25 kíló af hektaran af starti. Þannig að svo bara reiknar maður það út í hektaratöluna og þá fær maður út cirka 3 hektara. Þannig að ég kom inn í 7,87, fyllir næst í 10 cirka watt. Þannig að þetta nú ekki mikil tala sem maður næra sá í einu, en þetta er alltaf leið sko. Þetta er svona maður tekur eftir því, en ég var alveg til í stærri vél sko, algjörlega. Hérna er landið í jarðvegurinn sem sá í. Það er svona sandmold einhvern veginn. Það er rakið sko, en þetta er svona, já, þetta er mikill sandur. Alveg komið mold í þetta sko. Ég skal sýna það svo lengra þangað sem er bara 100% sandur. Diskaharfinn, jöfnun á borðið. Svo hérna er allt sáð. Hérna er líka gæðinir. Skammtarnir, mjög skítuðir. Hérna eru valtarnir fyrstu. Í rauninni er þetta sko 1, 2, 3, 4, 5, valtar nr. 5. Eða 4. Þetta er bara að loka og svo stekkinn auðvitað. Já, skoðum nú hvað fræið er. Komið æðislegt veður, alveg æðislegt veður. Sólin komin út. Verður ekki betra. Þannig að finnum þetta. Þetta er ekkert sáð rosalega djúpt. Þetta er annað. Þetta er mjög grunnt. Sáð svolítið grunnt, það er svo mikið raki í jarðveginum. Hérna er það. Jæja, þetta lítur afsprett upp, en ég kannski dýpka þetta aðeins, alveg örlítið, en þarf ekki mikið, þetta er svo rakt hérna. Hér er þetta. Hérna er smyrlfræið.
Hérna var ég komin tilbaka og hérna er gamli akurinn, hérna er nýi. Hérna er svona góða munur á þessu smá mold hérna og svo hérna er bara sandur. Allt hér stækkuðum alveg mjög langt og það er bara sandur, alveg 100% sandur, alla leið niður, bara sandur. Þannig að við erum gaman að sjá hvernig það kemur upp úr þessu. En já, við ýttum aðeins hérna af akrinum yfir. Svona smá mold hér, eða bara mold toppnum sko. Smá mold, annars er þetta bara sandur sko. Þannig að nei, heyrðu. Stífla. Alltaf gaman að díla við stíflur. Dimmt. Ég ætla að vona hún losni þegar ég færi mig yfir. Nenni ekki alveg að negla hana úr. Sjáum hvað gerist. Eins og sáðu þá var þetta bara sandur og smá mold líka. En mikið í þessu þegar við vorum að þreskja þetta, það var svo vont veður og snjóaði bara og rýndi og þreskjavélin bilaði eitthvað aðeins. En við náðum ekki að klára að þreskja þetta almennilega. Og það er vel allir því að það er rosalega mikið af hálmi og mjög mikið af bara byggi sjálfu í jörðinni sem bara við náðum ekki að taka upp. Það er bara óheppni og svona er þetta stundum. Það er stundum ógeðslega vont veður og þá bara getur maður stundum ekkert gert sko. Ég sýni ykkur svo líka vídeó af akrinum þegar var bara, ég tók vídeó á henni þegar var skemmdur og bara þegar við vorum að reyna að þreskja þetta, það bara var ekki hægt og ég sýni ykkur vídeó af því.
þægilegra að keyra á þessu. Þetta bara diskaherrað. En þetta var plægt í fyrra með fram- og afturprófunum. Allan það var plægt í fyrra og svo sáðum við það í plægtland og núna erum við að diskaherfa það. Ég er búinn að diskaherfa það og sáðum við það núna. Það er mjög gott að keyra á þessu. Ég er bara að keyra 12 km hraða, miklu betur heldur en hitt stikkið maður. Svo sést ég er ekki út allt hérna sko. Og svo er ég með vídeo líka af þegar við vorum að þreskja og það var bara ótrúlega góð uppskera og þá náðum við að þreskja eitthvað. Og það þrestuðu bara nokkra hektara og svo bara fór allt í rugl. Allavega stikið sem er á, við köllum það Geitasandur og ég veit nú ekki af hverju það heiti Geitasandur sko en það var örugglega geit þetta einhvern tímann. Allavega stikið sjálft er eftir stækkunina 37 hektara sem er bara voðalega lítið. Ef mér finnst það lítið, við erum enga stund að klára 37 hektara stiki. Stóri steinar, ég ætla að taka steinana. Sko, þetta hér Þetta vil ég ekki fá í þerskivélina. Ég er búinn að prófa að borða eitt svona, sko. En ég líkaði ekki við það. En ég ætla að taka þess að það eru nokkrir hérna. Ég ætla bara að taka þetta og henda þeim. Þetta er við. Þokka gæi, hérna er hausinn minn sem svona stærðarmunur. En hérna hinum megin eins og flugvöllur. Stór flugvöllur. Þannig Hekla. Og svo loksins byrjaði að hitta eitthvað. Það er gott veður núna. Það voru nokkrir steinar, sko. Jú, það var klós. Þeir skaði engan hérna, sko.
það stíplað. Úff, það eru 2 stíplaðir. Ég þarf að díla við þetta núna. Það var ekki stíplað þetta niðri. Mjög næs. Svona. Samt ekki komið, sko. Þetta gerist að þegar það byrjar að rigna, þá fer smá vatn inn í skammtarana og þá alveg fer allt í rugl, sko. Stíplast þetta allt saman, allt. Ég þarf stundum alveg að fara út þótt það sé ekki sem stíplað. Bara gera þetta hérna, sko, bara taka úr þeim. Ok, maður getur nú loksins haldið eitthvað á hann. Steinið á stíplur. Það var loksins búið allavega. Pabbi að týna grjót. Það er mikilvægt. Það þarf að gera það líka. Það er sko nóg af grjóti.